tillögu að eflingu leigumarkaðar í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Daði B. Eggertsson fyrstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sannarlega brýnt að leita leiða til að efla leigumarkað í Reykjavík. Það verulega erfitt ástand á leigumarkaði á öllu höfuðborgarsvæðinu og sérstaklega virðist vera skortur á litlum leiguíbúðum fyrir þá sem ekki geta eða vilja fjárfesta í íbúðarhúsnæði á eigin vegum. Í Reykjavík orð á sönnu að það ríkir hálfgert neyðarástand á leigumarkaði og stór hluti íbúa hefur ekki efni á að kaupa sér íbúð vegna skorts á eigið fé og stór hluti vill ekki hætta eigið fé sínu til íbúðakaupa og kýs að leigja fremur en að kaupa. Þetta endurspeglast í því að hækkun á leiguverði íbúða í Reykjavík hefur verið langt umfram verðlagshækkanir og hækkanir á fasteignamarkaði á síðustu misserum. Hjá velferðarsviði Reykjavíkurborgar sívaxandi biðlisti eftir félagslegu leiguhúsnæði, sérstaklega tveggja herbergja íbúðum. Félagsbústaðir HF félag í eigu Reykjavíkurborgar sem á og rekur félagslegt leiguhúsnæði í Reykjavík og kaupir eignir út frá þarfagreiningu velferðarsviðs. En leit og kaup félagsbústaða að litlum og hagkvæmum íbúðum að undanförnu hefur lítinn árangur borið þar sem framboð takmarkað. Það því brýn þörf á aðgerðum Reykjavíkurborgar og stjórnvalda til að auka framboð og langtíma leiguhúsnæði, en í Reykjavík sérstaklega þörf á litlum og hagkvæmum íbúðum. Borgarstjórn hefur samþykkt einróma húsnæðisstefnu fyrir borgina sem liggur skýr fyrir. Að undanförnu hef ég leitt hóp sem í sátu auk mín Björk Vilhelmsdóttir, Páll Hjalti Hjaltason, Áslaug Friðriksdóttir og Elín Sigurðardóttir og vil ég þakka þeim öllum fyrir frábært samstarf og mikla vinnu. Þar sem við skilgreindum megin markmið við það að hrinda húsnæðisstefnu borgarinnar í framkvæmd. Og hvert þetta megin markmið? Jú, það að auka framboð vel staðsettra leigu- og búseturéttaríbúða, auka fjölbreytni á húsnæðismarkaði, vinna félagslegum fjölbreytileika í hverfum borgarinnar og stuðla að húsnæði á viðráðanlegu verði, í samræmi við húsnæðisstefnu borgarinnar og tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur. Meginleiðirnar í þessu skyni teljum við vera að borgin beiti sér fyrir því að 2500 til 3000 nýjar leigu- og búseturéttaríbúðir rísi í Reykjavík á næstu 3 til 5 árum í samræmi við tillögu að aðalskipulagi Reykjavíkur og í samvinnu við rótgróin og nýbyggingar og húsnæðissamvinnufélög. Við viljum að Reykjavík beiti sér fyrir samvinnu við traust leigu- og búseturéttarfélög sem hafi fjárhagslegu burði til að ráðast í uppbyggingu hratt og vel. Og við viljum að borgin nýti reynslu og þekkingu félagsbústaða sem kjölfestu í nýjum uppbyggingaverkefnum á grundvelli nýrrar eigendastefnu félagsbústaða og í samvinnu við önnur rótgróin eða ný byggingar- og húsnæðissamvinnufélög. Við viljum líka leita að nýjungum og nýjum lausnum í hönnun og hugsun nýtt íbúðarhúsnæði í þéttri byggð og stuðla að umræðu rekstrarumhverfi leigufélaga og kröfur og markmið nýrrar byggingarreglugerðar. Þá verði kallað eftir ábendingum og hugmyndum nýja úthlutunarskilmála íbúðalóða til að stuðla að uppbyggingu almennra langtíma leigufélaga. Til þess að hrinda öllu þessu í framkvæmd lagði hópurinn fyrir borgarráð ítarlegar og raunar fjölmargar tillögur á fundi borgarráðs í síðasta mánuði og þær hafa nú flestar fengið afgreiðslu. Í fyrsta lagi þá lögð fram ítarleg uppbyggingaráætlun eflingu leigumarkaðar, þar sem ekki aðeins látið nægja að setja fram markmið, heldur skilgreint á hvaða lóðum leiguíbúðir geta risið. Það fylgt markmiði aðalskipulags að 25% af uppbyggingu á öllum nýjum byggingarsvæðum miðist við þarfir þeirra sem ekki vilja eða geta lagt mikið eigið fé í eigin húsnæði. Umhverfis- og skipulagsráð hefur nú fengið áætlunina til meðferðar í tengslum við útfærslu á tillögu að nýju aðalskipulagi sem þar til umfjöllunar. Í öðru lagi
var kallað eftir því að fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar myndu tilnefna fulltrúa sína til þess að móta tillögur að nýjum húsnæðissamvinnufélögum, þannig að borgin ætti fleiri ábyrga uppbyggingaraðila til að standa að byggingu langtíma leiguhúsnæðis á þeim lóðum sem ég nefndi áðan. Í þriðja lagi þá var samþykkt að stofna til hugmyndavettvangs og eftir atvikum hugmyndasamkeppni nýjar Reykjavíkur íbúðir fyrir 21. öldina, þar sem efnt til samvinnu við Hönnunarmiðstöð og Hönnunarsjóðinn Áróru og Samtök iðnaðarins. Að þessu kemur líka rótgróin byggingafélög eins og Félagsstofnun stúdenta og búseti og verktaka með reynslu af því að byggja í Reykjavík, og þarna vonumst við til þess að verði kraumandi deigla þar sem að nýir straumar og stefnur í byggingu lítilla og meðalstórra íbúða erlendis verði sett í íslenskt samhengi og leita lausna hjá okkar reyndasta, nýjasta og sprækasta fólki og öflugustu fagmönnum til þess að glíma við þá þraut sem það að reisa íbúðir á viðráðanlegu verði. Við erum að hugsa færri að geta búið haganlega á færri fermetrum en áður, við erum að hugsa orkusparnað, við erum að hugsa umhverfismál, við erum að hugsa efnisnotkun og fjölmargt annað. Við erum auðvitað síðast en ekki síst að hugsa hvernig er þetta byggja vel og þétt í borginni. En við viljum ganga lengra. Við erum með í umsagnarferli tillögu það að félagsbústaðir verði kjölfesta í að byggja nýju Reykjavíkurhúsin þar sem þessar nýju íbúðir munu rísa. Þetta verkefni yrði líka unnið í miklu samstarfi við reynda aðila á þessum markaði og markmiðið er að byggja hagkvæm og áhugaverð fjölbýlishús víðsvegar borgina þar sem félagsleg blöndun verði einnig tryggð með aðkomu margra. Stefnt verður að því að á næstu 3 til 5 árum verði byggðar 400 til 800 íbúðir í 15 til 30 húsum sem verði hluti af verkefninu. Með þessu erum við ekki bara að setja markmið, segja hvar megi byggja leiguhúsnæði, heldur ætla borgin að beita sig með beinum hætti að því að það sannarlega rísi. Til að ná utan þetta búið að gera tillögu að nýrri eigendastefnu fyrir félagsbústaði sem líka í umsagna og yfirferðarferli. Og síðan tillögunum fylgt úr hlaði uppbyggingaráætluninni með því að efnt til viðræðna við samstarfsaðila sem eru líklegir til þess að geta gengið rösklega til verks við að koma upp nýju leiguhúsnæði í borginni. Í fyrsta lagi verði gerð áætlun með Félagsstofnun stúdenta fyrir byggingu allt að 1000 stúdentaíbúða á næstu árum. Fyrstu skrefin í því að úthluta Félagsstofnun lóð fyrir 97 íbúðir við Brautarholt 7. Í öðru lagi verði unnið að skipulagi fyrir 350 til 400 stúdentaíbúðir á svæði Háskóla Íslands í kjölfar hugmyndasamkeppni HÍ og Reykjavíkurborgar sem í undirbúningi. Og í þriðja lagi verði Félagsstofnun stúdenta veitt vilyrði fyrir að lágmarki 100 íbúðum á landi borgarinnar í Skerjafirði sem losnar nú undan 3. flugbrautinni. Og í fjórða lagi verði Félagsstofnun stúdenta þátttakandi í uppbyggingu Reykjavíkurhúsanna og hluti af hverju fjölbýlishúsi sem að rísa undir merkjum þeirra verði sem sagt fyrir námsmenn. Við viljum líka samstarfi við Háskólann í Reykjavík að 300 stúdentaíbúðir rísi á svæði háskólans en deiliskipulag gerir þegar ráð fyrir þessu og HR komin í startholurnar með því að hefja hönnun og undirbúning. Við viljum veita byggingafélagi námsmanna sömuleiðis vilyrði til þess að byggja 50 stúdentaíbúðir á svæði Kennaraháskóla Íslands við Bólstaðarhlíð. En það með fyrirvara niðurstöðu deiliskipulags sem þarf að breyta deiliskipulagi til þess að byggja í þágu stúdenta og líka eldri borgara. Við erum nokkrar tillögur að átaki í byggingu leigu- og búseturéttaríbúða fyrir eldri borgara. Í fyrsta lagi í samvinnu við félag eldri borgara, í öðru lagi í samvinnu við samtök aldraðra, í þriðja lagi í samvinnu við búmenn og í fjórða lagi í samvinnu við Hrafnistu.
Allt mjög mikilvæg verkefni og góðir, traustir samstarfsaðilar, en þetta er gert með eðlilegum fyrirvörum niðurstöðu skipulagi og fjárhagsstöðu viðkomandi félaga. Búseta er líka gríðarlega mikilvægur samstarfsaðili við að hrinda í framkvæmd þessari húsnæðisstefnu og það er gert ráð fyrir því að Búseta geti bætt við sig 100 íbúðum á ári til næstu 5 ára. Í fyrsta lagi í Einholti Þverholti þar sem skipulag er á lokastigi, í öðru lagi á Keilugranda 1 og í þriðja lagi á öðrum reitum sem að valdir verði í samvinnu við Búseta. Elliheimilið Grund hyggur að byggingu búseturéttaríbúða í Mörkinni og borgarráð hefur þegar samþykkt að ganga til samninga við Grund þetta og gera það þannig að veruleika. Velferðarsvið og félagsbústaðir eru að undirbúa tillögur búsetuuppbyggingu í þágu fatlaðra sem er mikilvægt að fylgist að við þessa uppbyggingu í þágu almenns leigumarkaðar. En hópurinn fól líka eða gerði tillögu það að skrifstofu eigna- og atvinnuþróunar verði falið að auglýsa eftir hugmyndum frá einkaaðilum það hvernig hægt væri að koma til móts við þá með úthlutun lóða þannig að til yrðu langtíma leigufélög á vegum einkaaðila. Það eru fyrirhugaðir síðar í þessari viku fundir með forsvarsmönnum lífeyrissjóða sem hafa sýnt í áhuga á að koma að þessari uppbyggingu og fjármögnun hennar, bæði þess sem er á vegum ýmissa húsnæðissamvinnufélaga en hugsanlega beint og þær viðræður falla því undir þennan lið í aðgerðaáætlun. Þá er haldið til haga ábendingum fjármálaskrifstofu rekstrarumhverfi leigufélaga en það er að mati Reykjavíkurborgar afar mikilvægt að sambærilegur stuðningur sé við leigjendur og eigendur húsnæðis og borgin hefur þess vegna stutt frumvarp til laga nýjar húsnæðisbætur sem taki mið af fjölskyldustærð og tekjum og tryggi sambærilegan stuðning við leigjendur og eigendur. Jafnframt er mikilvægt að skoða þá miklu skattalegu mismunun sem er til staðar og bregðast við með viðeigandi hætti og yfir þetta er nákvæmlega farið í samantekt fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar rekstrarumhverfi leigumarkaðarins sem komið hefur verið á framfæri við húsnæðismálaráðherra. Það hefur vakið athygli í þessum tillögum að það er töluverður þungi lagður á samstarf við húsnæðisfélög og húsnæðissamvinnufélög sem ekki rekin í hagnaðarskyni. Það er eins og hér hefur komið fram ekki vegna þess að það sé afskrifað að hægt sé að efna til samstarfs við einkarekin félög eða verktaka eða slík félög, en það verður einfaldlega að horfast í augu við það að tilraunir einkaaðila til að mynda íbúðarleigufélög á höfuðborgarsvæðinu fóru flestar út þúfur í fjármálakreppunni sem hófst 2008. Í kjölfarið voru flest einkafélög á þessu sviði tekin yfir af fjármálastofnunum sem ekki hafa fasteignarekstur að kjarnastarfsemi. Stærstu leigufélögin sem lifðu hrunið af og starfa í Reykjavík eru non-profit eða félög sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni og miða þjónustu við skilgreindan hóp svo sem námsfólk, öryrkja eða aðra. En þess vegna er líka brýnt að almenn leigufélög með sömu markmið ná að skjóta rótum og koma undir sig fótunum á næstu árum í Reykjavík. Það er löng hefð fyrir því að veita þessum félögum stuðningi gegnum úthlutun á lóðum þar sem einungis er krafist gatnagerðargjalda en ekki greiðslu fyrir byggingarrétt. Og í tillögunum er lögð sú lína að halda því áfram. Og þetta hafði líka verið reynt þegar einkaaðilar voru annars vegar fyrir hrun en leiddi ekki öllum og raunar býsna fáum tilvikum til lágrar leigu heldur fyrst og fremst það að þessi félög voru seld stundum með allmiklum ábata skömmu eftir að íbúðirnar voru reistar og má þannig segja að þetta fyrst og fremst leitt til þess að það
lóðaframlag sem í úthlutun lóðarinnar fólst á gatnagerðargjöldum hafi verið framlag til þeirra sem reistu íbúðirnar en ekki til félagsins sem áttu þær síðan eftir þessa fyrstu sölu. Og það þarf að finna leiðir til þess að komast fram hjá svona vandamálum ef að við eigum ekki að beita öllri orku okkar í húsnæðissamvinnufélög á einhvers konar félagslegum grunni. Því það væri auðvitað æskilegt ef að húsnæðismarkaðurinn væri almennumarkaður, þó að sé það reyndar óvíða bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Það er að segja að hið opinbera virðist víða taka sér hlutverk vegna þess að það er býsna flókið að tryggja öllum öruggt þak yfir höfuðið án þess að vera með einhvers konar stuðning. Og algengasta formið á þeim stuðningi eru auðvitað vaxtabætur eins og við þekkjum þar og húsaleigubætur. En vaxtabætur eru miklu stærri og betur fjármagnaðar og fara reyna fyrst og fremst til þeirra sem eiga húsnæði. En svo mörg voru þau orð en af þessari upptalningu og yfirferð yfir tillögur húsnæðishópsins þá held ég að það sé alveg skýrt að Reykjavíkurborg hefur mótað á býsna skýran hátt hvernig hún ætlar að bregðast við þeim skorti á leiguhúsnæði Reykjavík sem var lýst í upphafi þessarar ræðu. Nú þarf að fylgja tillögunum eftir og klára þau mál sem í umsagnarferli. Þar þarf áfram að halda fast og vel á spöðunum og tryggja verkefnunum skýran og markvissan framgang. En það ætlum okkur að gera og liggur mikið við því að þetta er eitt alstærsta málið sem brennur á borgarbúum, venjulegu fólki og fjölskyldum sem býr við hinar ýmsu aðstæður í borginni Reykjavík. Þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar. Ég var nú ein af þeim sem satt í þessum húsnæðishópi sem að Dagur var hér að kynna og þetta búið að vera mjög áhugavert og fróðlegt. Það samt þannig að við þrátt fyrir að það sé auðvitað pólitísk sátt það að við viljum auðvitað öll stuðla því að hér byggist upp leigumarkaður og íbúar hérna hafi val það hvort þeir leigi sér íbúð eða kaupi. Og þetta samþykktum við öll í borgarstjórn árið 2011 og fórum svo að skoða hvernig við getum útfært þetta og það eru tillögurnar sem liggja fyrir nú. Ég verð eiginlega að segja það að mér finnst þessar tillögur ekki nógu vel unnar, eru ekki nógu langt komnar til þess að við getum einhvern veginn farið fram og sagt að við séum komið með einhverja lausn á þessu. Mér finnst einhvern veginn við séum að fara of geyst. Við hefðum vel getað gefið út að við værum að fara að gera samninga við hin og þessi félög eins og stúdenta, hagsmunasamtök aldraðra og fatlaðra lóðir og byggingu á þeirra vegum. En mér finnst eins og hér sé verið að skrúa upp væntingar til eitthvað sem við munum ekki geta staðið við. Mér langar, í fyrsta lagi, að fara yfir svona 4 atriði, 5 atriði sem mér finnst að við þurfum að ræða í sambandi við þessar tillögur. Í fyrsta lagi finnst mér alveg rosalega skrítið að það sé ekki eins og það sé varla talað almennu leigufélögin og þeim var einhvern veginn alveg haldið frá í vinnunni og fengu ekki að koma inn í umræðuna fyrr en við einhvern veginn börðum í borðið. Ég skil ekki það sem að hér hefur komið fram að það þurfi að stéttarfélögin séu trúverðugri kostur eða aðilar til þess að vera í samstarfi við uppbyggingu leigufélaga. Ég verð bara að viðurkenna það. Ég bara skil það ekki. Mér finnst bara að við eigum að gera kröfur til þeirra sem að reka leigufélög og þær kröfur eiga að gilda hvern þann sem hefur áhuga á því að vill taka það að sér.
Að fara að handvelja inn í einhvern hóp finnst mér algjörlega fáránlegt. Og það er það fyrsta sem ég geri athugasemd við í þessum tillögum. Svo finnst mér eins og hér sé verið að búa til hugmyndir það að við séum svona að taka fyrsta skrefið í einhverju svona hugmyndastarfi hvernig sé hægt að byggja ódýrt húsnæði. Það er einfaldlega ekki þannig. Þetta er löngu byrjað. Þeir sem eru núna að byggja, þeir eru núna bara með, þeir vita hvað eru að gera, þeir vita nákvæmlega hvar skóginn kreppir vegna takmarkana byggingarreglugerðar, þeir vita nákvæmlega hvað það er sem þarf að hverfa úr kröfunum þannig við getum byggt ódýrara húsnæði. Og ég skil ekki af hverju við erum ekki að tala að leita til þeirra en að stofna eitthvað nýtt hugmyndabatteri eins og þetta séu við sem séum eitthvað fyrst inn á þann markað. Ég er ekki alveg að, mér finnst það svona gefa eitthvað ekki rétt að sýna málið. Og ekki heldur verið að leita til þeirra sem í raun og veru eru bara byrjaðir að vinna þessa vinnu. Svo er það bara þetta sem að ég held að svona bara almennt allir hafi heyrt 100 sinnum, en það er bara það hversu varlega þarf að fara þegar stíga inn á húsnæðismarkað. Slíkar tilfæringar hafa leitt af sér bólur og alls konar hagfræðileg mistök og við verðum að fara varlega. Það er engan veginn ljóst hvernig í raun og veru þessi leigufélög sem við erum að tala eigi til dæmis að fara að því að veita íbúunum sem koma til með að búa í þessum íbúðum langtímaleigu á viðráðanlegu verði. Þetta hefur ekki verið fjallað. Það er ekki fjallað hvernig að útfæra nákvæmlega þetta atriði sem er lykilatriðið í öllum tillögum. Við erum ekki eins og komið þangað í umfjölluninni. Þannig að það hlýtur að vera stórskrítið. Við þurfum einhvern veginn að fara í gegnum það og gera okkur grein fyrir hvaða áhrif gætu orðið af því að í rauninni stíga inn með einhverjum hætti þegar við náttúrulega erum búin að fara í gegnum skilgreiningar hvernig. Það er hægt að bjaga markaðinn á alls konar vegu, meðal annars með því að veita afslátt á ákveðnum verðmætum eins og lóðum og gatnagerðargjöldum til ákveðinna hópa. Og þetta getur bara leitt til þess að það verði hérna ennþá verri aðstæður en eru nú. Til dæmis vegna þess að það yrði verðhrun á húsnæðismarkaði vegna þess að við erum í rauninni að hafa áhrif á eftirspurn húsnæðis sem nú er mjög skuldugt og er auðvitað dýrt. Þetta verðum við að meta. Við getum ekki orðið valdur að því að það fari hér allt í einhverja vitleysu. Þannig að þó að við viljum öll að sem flestir hafi ódýrt húsnæði og geti leigt og valið hvort er leigi eða kaupi, þá er þetta svo mikið varúðarverkefni. Við verðum að stíga svo varlega til jarðar og það þýðir einhvern veginn ekki að gera þetta nema að fara í mjög mikið svona einhvers konar umhverfismat á þessu. Svo er það annað sem að það er ekki bara þannig að það sé ekki svona talað almennt. Heldur það að vera að handvelja aðila sem koma svona til greina að ræða við starfsemi leigufélagana sem að vilja til þess að fara stuðla að verði til. Heldur líka ekki talað það fyrir utan auðvitað þessa hefðbundnu hópa sem við höfum í rauninni verið að styrkja ódýrara húsnæði eða afslátt af lóðum og gatnagerðargjöldum sem eru námsmenn, sem eru aldraðir og sem eru fatlaðir. Við höfum reyndar líka gert samninga við Búseta. Ég veit ekki reyndar alveg á hvaða forsendur það eru og ég held að það sé komið tími til að ef við ætlum að fara að breiða út faðminn ennþá meir en við erum að gera núna, þá verðum við að fara að skoða af hverju við erum að því. Erum við að því að því fólki er tekjulágt? Erum við að því að það þarf sérstakt húsnæði sem er dýrara en þú getur annars búist við að þú hefðir ekki þá erfiðleika til að bera eins og þau hafa, til dæmis með fatlaða?
við verðum einhvern veginn að skilgreina þetta svo miklu betur og mér finnst ekkert liggja fyrir, engin umræða og ekkert í þessum tillögum sem einhvern veginn hjálpar okkur til þess. Og svo þarf auðvitað að fjalla fjórða punktinn sem hvernig ætlum við að fara að því? Hvernig ætlum við að semja við leigufélögin sem hugsanlega koma að þau haldi verðinu niðri? Nú alltaf talað já, við ætlum bara að semja við non-profits, eða fyrirtæki sem eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Ég skil þetta ekki heldur. Mér finnst oft bara að það vera ávísun á að það verði bara vondur rekstur. Ég held að arðsemis umtalið tryggi ekki og sé ekki forsenda þess að við getum veitt húsnæði á viðráðanlegu verði. Við verðum að semja einhvern veginn allt öðruvísi en það og það ekki nóg að tala að fyrirtæki séu ekki rekin í hagnaðarskyni því að það tryggir það ekki neitt. Þannig að ég tel að auðvitað eins og við höfum farið yfir borgarráðið þá samþykkjum við það auðvitað þetta lóðirnar til hérna hefðbundnu hópa sem við erum að fara yfir en hitt svona aðeins fyrsta skrefið í svo miklu stærra máli og við verðum að vinna þetta svo ótrúlega vel og varfærnislega því það eru alveg ofboðslega stórir hlutir undir. Þannig að mér langar bara að ítreka það í umræðunni að við erum öll sammála að við viljum fá ykkur ákveðna útkomu en við verðum að stíga mjög varlega hvernig við förum að því að búa hana til. Því það eru ofboðslega margar hættur á leiðinni. Takk. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég óskaplega ánægð með þær tillögur sem liggja fyrir til eflingar leigumarkaðar því að mér finnst orðið tímabært að við leyfum borgarbúum að njóta fjölbreyttari húsnæðismarkaðar en hefur verið hér í áratugi. Reyndar hefur hann eiginlega aldrei verið jafn einsleitur eins og nú þar sem að fólk getur keypt sér íbúðir. Það að segja sá hluti borgarbúa sem að hefur fjárhagslega bakhjarla. Það eru ýmsir sem að geta það en við erum í rauninni í dag svolítið að útiloka þá borgarbúa sem að ekki hafa fjárhagslegan bakstuðning og ekki hafa háar tekjur til þess að setja stað í borginni og það bara hálf ömurlegt. Við erum að standa frammi fyrir því og ég hef sagt það áður. Mér finnst við núna að standa frammi fyrir því að ætli Reykjavíkurborg að vera kannski eftir 20-30 ár þegar ég orðin svona gömul kelling, svona staður eins og kannski Þingeyri í dag eða Blönduós eða Raufarhöfn. Ætlum við að vera borgin sem að Íslendingarnir heimsækja eða Reykvíkingarnir heimsækja á sumrin til þess að heimsækja svona gamla ættingja og njóta náttúrunnar. Reykjavíkurborg getur orðið eins og nána svona þorp út á landi sem að eru nánast að þurrkast út og svona þeir sem að koma þaðan þeir heimsækja þorpin, heimsækja gamla fólkið og þeir sem að eftir sitja eru þeir sem að Bubbi söng og undir textanum Aldrei fór í suður. Kannski verðum við bara gamla fólkið sem að sitjum eftir að því að unga fólkið fékk ekki tækifæri til að setja stað í borginni. Það bara setti stað í stórborgum erlendis og kemur svo að heimsækjur okkur þegar þeim þóknast. Þetta framtíðarsýnin 2050-60 ef við gerum ekki stór átak í því að bjóða ungt fólk velkomið til borgarinnar. Þannig að þetta kappsmál fyrir daginn í dag og þetta kappsmál fyrir framtíðina. En eigum við að hugsa þetta eða eigum við að hugsa líka þessar efnahagslegu hættur eða gildrur sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir fjallaði Við erum að senda núna þessar tillögur til umsagnar til ýmissa aðila, meðal annars sem að munu koma með athugasemdir
Við eigum að taka mið af þeim athugasemdum og ég held að við skulum skoða hvaða efnahagslegu áhrif þeir ýmsir umsagnaraðilar munu benda á og skoða málin þá, en við skulum ekki mála skrattan á vegginn því að ég held að það sé ekki ástæða til. Auðvitað hefur mikil uppbygging hefur efnahagsleg áhrif á ýmsa þætti, en það hefur líka mjög mikil efnahagsleg áhrif þegar neyðin mikil eins og hún í dag. Ég ætla örlítið að segja ykkur frá því hvernig staðan á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Núna 1. nóvember voru 830 á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og hafði fjölgað 170 frá 1.11.2009. Það ekki nema 20% fjölgun. En þeir sem eru metnir í brýna þörf fyrir eftir félagslegu leiguhúsnæði voru núna 1. nóvember 550 og hafði fjölgað 250 frá 1. nóvember 2009, eða 45%. Þannig að þó svo að biðlistin eftir félagslegu leiguhúsnæði hafi ekki fjölgað nema 20%, þá hefur þeir sem eru í brýnni þörf fjölgað 45%. Ástæðan sú að leigumarkaðurinn í dag algjörlega ómögulegur fyrir þá sem hafa búið við mikla félagslega erfiðleika og búa við það. Þeir sem leigusalar, þeir geta valið úr þeim sem sækja íbúðir og þeir sem eiga við félagslega vanda eiga bara aldrei séns. Ég þekki ýmsar sögur af því hvernig fólk að yfirbjóða og við þekkjum það vel sem sitjum í velferðarráði og sitjum þar í áfrýjunarnefnd hvernig það alltaf að aukast það hvað fólk þarf að leggja fram sem tryggingu og sem fyrirframgreiðslu vegna þess að leigusalarnir þeir spila á borgarbúa. Og þeir sem eru í vondum félagslegu stöðunni og eiga ekki 500.000 kall til þess að reiða fram í tryggingu, þeir tapa alltaf fyrir hinum sem geta ekki keypt sér en geta þó fengið 500.000 króna yfirdrátt í banka til að borga fyrirframgreiðsluna. Og þetta í rauninni svo alvarlegt að því að við vitum að það ekki önnur sveitarfélög síðan sem taka við. Þegar við einhvern veginn náum ekki utan um þennan hóp, þá enginn sem gerir það og þá enginn sem tekur þessa félagslegu ábyrgð. Þess vegna í þessum tillögum sérstaklega talað nýju Reykjavíkurhúsin og að þau eigi að vera blönduð hús fyrir ýmsa félagshópa, fyrir aldraða, fyrir fatlaða, fyrir námsmenn, fyrir félagslega illa statt fólk og svo helmingur íbúðanna bara fyrir almenna leigumarkað. Ég held að þetta sé draumurinn og ég vona í rauninni í framtíðinni að þá breytist íbúðir til dæmis sem núna eru einungis fyrir eldri borgara í að vera líka fyrir íbúðir námsmanna eða fatlaðra eða félagslega leiguíbúðir eða bara almenna leiguíbúðir. Í rauninni það að gerast núna í Fróðengi upp í Grafarvogi þar sem byggðar voru íbúðir fyrir eldri borgara en vegna þess hversu dýrar þær voru þá voru margir eldri borgarar sem ekki fengu það og ég ætla nú ekki að fara að tala allan þann gjörning sem þar átti sér stað. En núna farið að bjóða þessar íbúðir á almennu markaði og ég held að það bara bæti félagslega stöðu þeirra sem þar eru inni, þessi blöndun. En mér langaði til þess að ég tala þá sem verst eru settir á markaðnum. Ég hef verið að kynna mér leiguverð sem að hækka mjög mikið á almenna markaðnum og mér finnst það að vera falleg sýn í sjálfu sér sem að Áslaug Friðriksdóttir segir þegar hún segir að markaðurinn hann getur svarað þessari eftirspurn. Markaðurinn veit hvar skóinn kreppir. Markaðurinn að byggja ódýrari og minni íbúðir. Ég hef ekki þessa trú vegna þess að markaðurinn hefur haft mjög langan tíma og ekki bara núna á síðustu árum, heldur oft í sögunni hefur markaðurinn haft tækifæri til þess að mæta þörfum svona lágtekjuhópa en ekki gert það. Núna leigumarkaðurinn þannig að fermetraverð hér vestarlega í borginni 2.211 krónur fyrir 2 herbergja íbúð, 2.400 fyrir stúdíóíbúðir og þetta hefur hækkað frá árinu
12, ég reyndar reiknaði nú ekki prósentuhækkanirnar, en þetta er alveg gífurleg hækkun sem hefur orðið á mjög stuttum tíma. Og þessi afleiðing markaðarins, hins frjálsa leigumarkaðar, er að gera fólki með félagslega erfiðleika algjörlega ómögulegt að eignast húsnæði. Og eins og ég segi, við höfum ekki tölulegar upplýsingar það, en við höfum talað það í áfrýjunarnefnd velferðarráðs að við þyrftum að taka saman hversu upphæðirnar hafa verið að breytast á örskömmum tíma þar sem fólk er að biðja lán til fyrirframgreiðslu leiguhúsnæðis, lán til tryggingar og hver leigufjárhæðirnar eru. Og ef að fólk fær þetta ekki hjá Reykjavíkurborg, þannig að núna erum við að borga niður almenna markaðinn í rauninni með því að lána fólki á engum vöxtum, fólki sem býr við mikla erfiðleika og er á biðlistunum hjá okkur, við lánum þetta, þannig að við erum að hjálpa leigumarkaðnum, hinum almenna leigumarkaði. En leigumarkaðurinn er ekki að sýna þá ábyrgð að leika með okkur og reyna að lækka verðið, heldur þvert á móti þá bara hækkar markaðurinn leiguverðið upp úr öllu valdi. Og við þurfum að ákveða þar líka, ekki bara í þessari uppbyggingu, við þurfum líka að skoða þessar efnahagslegu hagrænu hættur sem að þetta hefur í för með sér. Og við höfum einmitt rætt í áfrýjunarnefnd, ég og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir. Það eru hættur líka í því þegar við erum farin að lána öllum félagslega illa stöddum leigjendum fyrir svona fyrirframgreiðslu. Það er bara að gera það að verkum að allir leigusalar fara að biðja svona. Þannig að allt það sem við gerum hefur áhrif. Núna erum við að styrkja almenna leigumarkaðinn, en með þessari innleiðingu húsnæðisstefnunnar þá ætlum við að fara að styrkja hinn kannski opinbera almenna leigumarkað sem að styrkja líka almenna leigumarkað. Og ég held að við eigum ekki að líta svo á að við séum í keppni markaðurinn og hið opinbera. Þetta mun styðja hvort annað og það er ekkert nema ávinningar framundan fyrir fólk. Og eins og ég kannski kom að í upphafi, þá er þetta fyrst og fremst ávinningur fyrir borgina sem að þarf að bjóða alla velkomna sem að hingað vilja leita. Og ef við bjóðum ekki ungt og tekjum inn að fólk er velkomið, þá erum við búin að missa það frá okkur. Það mun væntanlega setja stað þar sem leigumarkaður er. Ég meina, ég get alveg unnt fólki þess að flytja til Lundar og fara þar í góða leiguíbúð, en það kemur ekki til Íslands aftur nema við bjóðum það velkomið. Og það er ekki falleg framtíðarsýn að við verðum, kannski ekki vera að nefna ykkur ákveðin þorp, en að við verðum eins og þorpið þar sem að þeir eftir sitja sem aldrei fóru suður og unga fólki kemur bara í heimsókn jól og sumartíman, bara þetta að segja halló við ættingja og náttúruna. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarfulltrúi Páll Hjaltason. Háttvirtur forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að þakka fyrir góð umræðu. Borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson fór vel yfir þær tillögur sem að liggja fyrir í leigumálum og borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir benti réttilega á þær gryfjur sem eru á þeirri leið. Mér langar aðeins til að í kjölfar þess að borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir fór yfir þá neyð sem er núna í gangi, augljós, áþreifanleg. Þá er þetta ekki tímabundið ástand. Þetta er ástand sem er komið til að vera. Það eru þrjár svona grunnforsendur sem að liggja að baki þeirri spá sem að við höfum framtíðar íbúðaþróun. Við vitum, fyrsta er breytt aldurssamsetning. Við vitum að þjóðin er að eldast og við vitum að sú þróun mun hafa mikil áhrif á húsnæðiskaup og áhrif á það tegundir húsnæða sem að íbúar munu óska eftir og þurfa. Þetta er alþjóðleg þróun, þetta er svokallað megatrend, þetta er að gerast alls staðar í heiminum, að Vesturlöndum eru eldri borgararnir
eldri íbúarnir að eldast og þá má gera ráð fyrir að íbúum eldri en 50 ára muni fjölga 50% til ársins 2030, meðan íbúum yngri en 50 ára fjölgar eingöngu 10%. Þessar fjöldabreytingar á einstökum lífskeiðum munu síðan benda raunverulega til þess að eftirspurnin eftir smærri íbúðum eykst á kostnað eftirspurnar eftir stærri íbúðum hlutfallslega. En þetta er flókin reikningur, þetta er flóknar áætlanir. Það er ekki einfalt að skilgreina ákveðna húsnæðishópa eftir slíkum breytum einum. Þarfir breytast og lífsstíll og smekkur, eftirspurn og efnahagsástand. En samkvæmt þeirri spá má gera ráð fyrir að í aldurshópnum 20–29 verði 7% fjölgun, 30–39 14%, fjölgun 40–54 ára 12% fjölgun, 55–84 95% fjölgun og eldri en 85 ára er áætlað að verði 300% fjölgun. Önnur spá sem við höfum og annað viðmið er fækkun á heimilum og breytt fjölskyldumunnstur. Þetta er líka alþjóðleg hreyfing, annað megatrend sem að við erum líka að lenda í. Við erum alltaf aðeins á eftir heiminum í þessum stóru hreyfingum, líklega vegna smæðar og einangrunar. En það er líka ekki slæmt, þá getum við séð hvernig þetta hefur þróast annars staðar og vonandi brugðist skynsamara við. Meðalfjöldi íbúa á heimili í Reykjavík hefur farið stöðugt lækkandi undanfarna áratugi. Það var náttúrulega mikil lækkun strax eftir stríð en síðan stöðug síðan hefur hægð á henni á 8. áratugnum. En langtímaþróun er þó greinileg sú að íbúum á íbúð fækkar. Fjölskyldur minnka, einstaklingsheimilum fjölgar og með bættum efnahag þá líka opnast líka sá möguleiki fólks að hafa tvö heimili og þá annað lítið. Í aðalskipulaginu er gert ráð fyrir að meðalfjöldi íbúa á íbúð Reykjavík haldi áfram að lækka til lengdar. Gert ráð fyrir að hlutfalli lækki úr 2,4 á íbúð 2009 í 2,24 2030 og í 2,1 2050. Og eins og áður segir þá endurspeglar þetta meðal annars breytt fjölskyldumunstur, aukna velmegun, breyttan lífsstíl, vöxt í tvöfaldri búsetu og þróun aldurssamsetningar. Þetta eru þessi tvær breytur sem við sjáum alls staðar gerast. En síðan þriðja breytan sem vissulega er að einhverju leyti alþjóðleg og það er efnahagskreppan sem skall á 2008 sem mun líklega hafa varanleg áhrif á viðhorf fólks til húsnæðis sem fjárfestingar kostar. Og ekki síst í löndum eins og Íslandi og þeim löndum sem fóru kannski hvað verst út úr hruninu, þar sem offjárfesting á húsnæðismarkaði var mest. Og það má segja að þetta hrun, eða þessi kreppa sem er ennþá í gangi eftir 2008, ýti undir þá þróun sem þegar er hafin af hinum tveimur ástæðunum. Það er að segja af fækkun á heimili og breytt fjölskyldumunsturs og breytt aldurssamsetningar. Og það sem gerist líka er að vegna alþjóðavæðingar, aukins hreyfanleika vinnuafls, breytt lífsstíls ungs fólks á undanförnum áratugum hefur sá hópur stækkað sem kýs að fjárfesta ekki í íbúðarhúsnæði og ekki það fyrr en seint á ævinni, sækist eftir leiguhúsnæði í grennd við vinnustað og fjölbreytta þjónustu. Þessi þróun kallar almennt að auki framboð minni íbúða í fjölbýlishúsum sem liggja miðlægt í borginni. Og þetta er svo sem hefur víða verið talað og má nefna síðustu bók Richard Florida, þekks borgarshagfræðings eða borgarskipulagsmanns, The Great Reset, Renting the Dream kaflinn. Það er
það sem að ég er kannski að reyna að leggja grunni að er að við erum að sjá kannski byrjununa á vandamálinu sem er áþreifanlegt út af hruninu eða kreppinu, en þetta er ekki vandamál sem er minnkað, þetta er vandamál sem mun hægt og stöðugt aukast. Ég tek alveg undir það sem að hér hefur komið fram áður að þetta er ekki auðvelt. Það er mikill vandi að fara inn í húsnæðismarkaðinn, það er mikill vandi að fara inn í fasteignamarkaðinn og mesti vandinn kannski við það er sú hagræðing og sá sparnaður sem að reynt er að ná í gegnum apparat eins og sveitarfélag færist ekki yfir á leiguna, ekki yfir á hagkvæmni leiguhúsnæðisins heldur verði sitji eftir hjá þeim sem að byggja húsin sem hreint hagnaður. Það er svo sem óskastaðan að markaðurinn sjálfur bregðist við, en það er hins vegar varla hægt að finna þá borg sem að treystir markaðnum eingöngu fyrir húsnæðismálum. Og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir Reykjavík að taka það ábyrgð, eins og við höfum gert oft áður í sögunni, að byggja upp hagkvæmt húsnæði fyrir þá hópa sem að það sem þörfin er mikil, en markaðurinn leitar ekki í. Það er áhugavert að ég held að það hafi verið 5 eða 7 ár fyrir hrun var ekki byggð einasta 2 herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu. Ekki vegna þess að það vantaði ekki 2 herbergja íbúðir, heldur vegna þess að markaðurinn, byggingariðnaðurinn leitaði í stærri íbúðir þar sem var meiri hagnaður af uppbyggingu og sölu. Eðlilega. Og núna stöndum við fram fyrir því að neyðin er að koma og ég styð heils hugar þær tillögur sem að hafa verið lagðar hér fram að Reykjavík sem sveitarfélag grípi inn í og reyni að finna lausnir sem að færa okkur í þá átt að borgin nái jafnvægi. Eins og borgarfulltrúi Björk Vilhjálmsdóttir benti á, þá erum við alls ekki í samkeppni við önnur sveitarfélög á Íslandi. Við erum í samkeppni við borgir erlendis. Við erum í kappi við það að ná unga fólkinu aftur heim. Við erum í kappi við það að gera Ísland og Reykjavík sambærilegt öðrum borgum hvað áhrærir lífsgæði og möguleika til nútíma lífs. Og þá þurfum við að taka fast, ég held við að taka fast á þessu máli. Ég sé ekki fyrir mér að Reykjavík verði stór spilari til lengst tíma, en núna meðan við erum að starta leigumarkaði sem er á Íslandi sögulega, hann er í öllu samhengi, alþjóðlegu samhengi mjög lítill. Og hérna hefur það verið stefnan að fólk eigist húsnæði sjálft og við eigum ekki mikið af öflugum leigufélögum. Auðvitað væri frábært þegar þau myndu koma sjálf, þau hafa ekki komið sjálf, ég sé þau ekki á leiðinni. Þannig að ég held að þessi stefna sem er mjög vel ígrunduð í raunveruleikanum, hún er mjög vel ígrunduð í lóðum sem eru til og eru til á réttum stöðum, mjög vel ígrunduð miðað við þörfina sem að liggur fyrir. Mér finnst fullkomlega eðlilegt að við byrjum að vinna með þeim aðilum sem hafa verið að vinna að þessu máli. Það er mjög erfitt að fara í að byggja upp leigufélög sem eru að vinna á hreinum hagnaði. Það er eðlilegra að fara í þessi svokölluðu non-profit félög og byggja þau upp fyrst. Vonandi kemur þá upp í kjölfarið meiri hefð og meiri festa og meira öryggi á markaðinn þannig að einkaaðilar fari jafnframt í að byggja upp leiguíbúðir. Við þurfum alls konar íbúðir fyrir alls konar fólk, eins og segir í aðalskipulagi. En í dag höfum við ekki, við höfum alls konar fólk en við höfum einhæfan húsnæðismarkað. Þá hefur borgarfulltrúi Páll Hjaltason lokið máli sínu og þá hefur Björk Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi óskað eftir því að gera örstutta athugasemd. Frú forseti,
Takk fyrir að leyfa mér að koma hér upp í örstuttu athugasemd. Ástæðan er svo að ég fór með svo vitlausar tölur hér áðan. Ég var að tala biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði og hvernig hann hefur þróast frá árinu 2009. Hið rétta er að frá 1. nóvember 2009 til 1. nóvember 2013 þá hefur þeim fjölgað á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði 27%, ekki 20%, en þeim sem hefur fjölgað, þeim sem eru metnir í mjög brýna þörf eftir húsnæði, þeim hefur fjölgað 79% en ekki 45%. Þannig að í rauninni er þessi svakalegi munur á milli þeirra sem bara erum á biðlista og þeir sem eru metnir í mjög mikla þörf í rauninni ennþá meiri en ég sagði hér áðan og ég vildi leiðrétta það. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við það að gera stutta athugasemd. Þá hefur borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir einnig óskað eftir því að gera alveg örstutta athugasemd. Forseti og borgarfulltrúar, ég ætla bara að gera örstyttri athugasemd heldur en Björk. En mér finnst bara, við erum búin að hlusta á þetta. Og þetta er ótrúlega fallega ræður og við viljum alltaf sama og það er verið að tala um aðskipulagið og uppbyggingu leigumarkaðar og hina fallegu framtíðar Reykjavík. Það sem við þurfum hins vegar að fara í gegnum og við erum ekki búin að gera og enginn er að tala um, það er hverjum ætlum við að úthluta verðmætanum sem við ætlum að afhenda á afslætti og hverjir eiga að fá að byggja á þessum afslætti. Hvaða leigufélög verða til? Þetta eru bara algjöra grundvallar spurningar og meðan við erum ekki búin að svara þeim, þá getum við ekki eins og talað þessa framtíðarsýn. Þá er borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið við það að gera örstutta athugasemd. Þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Já, forseti, góða borgarfulltrúar, eru ekki fleiri sem vilja gera athugasemdir hér, þá er ég að hugsa að tjá mig aðeins þetta mál. Ég ætla reyndar að hafa miklu styttra mál heldur en ég hugðist þegar að verið var að ganga frá dagskránni hérna í síðustu viku þegar við vorum öll sammála um það að taka þetta mál á dagskrá. Síðan þá hefur líf mitt einhvern veginn bara snúist tengingu Hverahlíðar við Hellisheiðarvirkjun og ég ætla bara að viðurkenna það hér og nú að það er of mikið mál að vera einn borgarfulltrúi og ætla að tala um allt í einu. Ég verð þó að segja að þessar tillögur sem eru komnar fram, þær eru náttúrulega tillögur hóps sem var skipaður fulltrúum allra flokka og minn fulltrúi Elín Sigurðardóttir, eða fulltrúi okkar Vinstri grænna, Elín Sigurðardóttir, tók virkan þátt í starfi þessa hóps og ber öllum fulltrúum vel söguna. Hún hefur náð inn ansi mörgum áherslum Vinstri grænna í þær tillögur sem nú liggja fyrir og mér þykir það til marks að þessi hópur hafi unnið vel. Það er kannski ekki endilega mælanlegt í áherslum Vinstri grænna en það er greinilegt að þarna hafa öll sjónarmið verið tekin inn og reynt að moða úr þeim og fá það besta út. Ég ætla ekki að fara efnislega ofan í þessar tillögur en eins og af ástæðum sem ég nefndi áðan hefði mig gjarnan vilja gera það en lýsi yfir ánægju minni með þær og við Vinstri græn styðjum þær í grunninn. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er síðastur á mælendaskrá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir góða umræðu og góða ræður geysilega mikilvægt mál. Þegar ég fer samt aðeins yfir þetta í huganum að þá finnst mér ákveðin vonbrigði að heyra þennan tón frá talsmanni Sjálfstæðisflokksins í málaflokknum að nú sé farið of geyst í eflingu leigumarkaðar. Þetta er í mínum huga algjört lykilverkefni við núverandi aðstæður. Það eru ekki bara hundruðir, heldur þúsundir fjölskyldna sem hafa áhyggjur af húsnæðismálum sínum eða eru í beinlínis í mjög miklum vandræðum. Og það er örugglega alveg rétt að við myndum þurfa að taka mjög langan tíma og jafnvel erfitt með að vera fullviss niðurstöðurnar ef við myndum gera áhættugreiningu af því hvað það þýðir að fjölga leiguíbúðum 2500 til 3000 á næstu 3-5 árum. En ég veit ekki hvernig ég get undirstrikað nóg að
allar þær athuganir sem við höfum verið að horfa á, bæði þróun leiguverðs, úttekt Capacent, umræðan í samfélaginu, reynslusögur venjulegs fólks, allt þetta á að segja okkur að okkur er algjörlega óhætt að stórauka framboð á leiguhúsnæði og já, það getur leitt til lækkaðs verðs. Það er beinlínis markmið að reyna að lækka leiguverð þannig að ekki sé verið að í raun nýta sér neyð fólks til þess að keyra upp leiguverð langt umfram neysluvísitölu eða önnur tilefni. Aukið framboð leiðir til þess að eftirspurnin jafna sig. Ef við byggjum 1000 íbúðir fyrir stúdenta eins og við ætlum að gera samkvæmt þessu tillögum, þá léttir á leigumarkaðnum annars staðar fyrir annað fólk og aðrar fjölskyldur. Ef við byggjum búseturéttaríbúðir þá tryggjum við fjölbreyttari valkosti fyrir venjulegt fólk. Ef við byggjum fjölbýlishús sem sinni þörfum aldraðra, þá losum við í mörgum tilvikum stór einbýlishús sem henta stórum fjölskyldum. Og þannig mætti áfram telja. Þetta er flókin markaður, þetta er flókið samspil, en allar vísbendingar eru það að unga fólkið sé hópurinn sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Þar vantar mikið framboð af vel staðsettum litlum og meðalstórum íbúðum. Það er höfuðáherslan í þessum tillögum og við erum ekki að fara of geyst. Ef eitthvað er, þá hefðum við og markaðurinn þurft að vera búin að taka við okkur fyrir löngu. Við höfum verið að gera það með 300 stúdentaíbúðum sem að klárast í Vatnsmýri, með 550 íbúðum sem að rísa á 3 reitum í kringum Hlemm, með áætlunum hafnarsvæðið og ýmsa aðra reiti. Þetta auðvitað í farvegi, þetta í pípunum, en þetta ekki að koma of fljótt. Ef eitthvað þá þetta að koma of seint og við verðum einfaldlega að halda áfram þessum takti. Við erum að sjálfsögðu til í allar umræður áhrif þess að fara í þetta stórátak, hvað sem í því. Við skulum fyrir alla muni halda áfram að ræða húsnæðismálin jafnt og þétt og í allan vetur en fylgja, og það er ótrúlega mikilvægt, að fylgja eftir þeim tillögum sem að hér hafa verið samþykktar og í umsögnarferli því að við eigum alveg geysilega mikið undir að þetta komist til framkvæmda. Geysilega mikið. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við göngum aftur að fyrsta dagskrárlið og